Komið sæl. Skilin í morgun fóru nú nokkuð hratt yfir og eru núna hér allra austast á landinu og ef við lítum svo á hvað gerist hér í framhaldinu þá fara þau hér austur af og lægðin skilur eftir sig svolítið lægðadrag hérna vestan við land, þannig að það kemur einhver smá élagangur inn núna í kvöld og í nótt og svo er hér fimmtudagslægðin að nálgast okkur en svona við sjáum líklega heldur skárri útgáfa af henni heldur var í gærkvöldi til dæmis en það verður samt leiðindaveður á suðaustanverðu landinu. Á hitasviðinu að þá eru við hlýindi svona að sleppa austanverðu landinu og við tekum svona heldur svalara loft en það sem kemur með þessari lægð hérna á fimmtudaginn að það nær ekki alla leið til okkar, þó er ekkert sérlega kalt en það er heldur ekki neitt sérlega hlýtt. Það er svona, yfirleitt er hitinn á láglendi svona og undir frostmarki að deginum en kaldara að næturlagi. Ef við lítum þá á þróunina í kvöld og nótt og sjáum við þessi svona slittu él, getur nú verið stöku skúrir það sem er mildast. Verða hér í nótt og í fyrramáli sérstaklega, það er suðaustanvert landið er býsna bjart og fínt, þannig þetta er þá eins og staðan er á hádegi á morgun og það er svona 1 til 3 gráður hérna vestast en annars og undir frostmarki. Það verður nú él býsna víða nema þá eins og áður sagði hér á suðausturlandi að þar verður nú bjart og fallegt veður. En við skulum þá líta á þróunina yfir til fimmtudags og svo förum við nú að sjá hér þegar líður á morgundaginn og annað kvöld að þrýstilínu þéttast býsna ört og það hvessir og skilin eru hér að koma inn snemma á fimmtudagsmorgun. Þetta er nú kannski þau náðu nú töluvert lengra í gær þannig að þetta er svona mun betri útgáfa þó að vindurinn sé býsna áþekkur og verður mjög hvasst eins og undir Eyjafjöllum, Reynisfjall og í Öræfum til dæmis og síðan seinna verður það þá á sunnanverðum Austfjörðum. En á hádegi á fimmtudag gæti þetta verið spáin svona 0 til 2 stiga hiti með ströndinni sunnan og vestan til en vægt frost fyrir norðan. Úrkoman í þessu þó að hiti sé aðeins yfir frostmarki verður nú líklega í snjókomu eða slittuformi en gæti þó náði yfir í rigningu sums staðar alveg næst sjónum. Og síðan ef við lítum þá á þróunina yfir til föstudags, lægðin hörfa nokkuð hratt til austnorðausturs og vindáttin verður mun norðanstæðari og úrkoman færist yfir í élagang fyrir norðan og austan en hins vegar ætti að létta vel til hér sunnan og vestan til. Þannig að það verður býsna fallegt svona gluggaveður á föstudag. Og á hádegi á föstudag er þá staðan þessu líka, það er frost allt land, þó kannski ekkert sérlega mikið en það verður sjaldnast mjög kalt þegar að vindhraðinn er nokkuð ákveðinn vegna þess að sjórinn er það mildur ennþá. En élin verða einhver bundin hérna við og þá sérstaklega Tröllaskaga og austur úr og svona eitthvað suður með Austfjörðum en mjög lítið á Norðvesturlandi og Vestfjörðum. Og á hádegi á laugardegi gert ráð fyrir að verði svolítið lægðadrag sem gæti laumað svona einhverjum éljum hérna alveg inn til Reykjavíkur en líklega er þau mest bundin við Suðurland og svo í Vestmannaeyjum gæti hiti skriði yfir frostmark og náða að færast yfir í rigningu þar þó að slitta sér kannski líklegri kostur. En við skulum þá færa okkur yfir til Evrópu. Lægðin sem var hérna hjá okkur að hún sendir þetta belti hérna inn á Noregsstrendur seint á morgun en annars í álfunni er býsna víða úrkoma. Það eru skilfara sem liggja í gegnum Pólland og áfram austur úr en talsvert mikið skúraloft hérna við Miðjarðarhafið. Hitatölur svona ekkert sérlega háar og sums staðar nokkuð blautt og það er til dæmis býsna hvasst eins og í Króatíu og þar eru bæði appelsínugular og jafnvel rauðar viðvaranir á stöku stað. En eftir því sem vestar dregur þá léttir til og Íberíuskaginn er nú býsna bjartur og fínn enda hæð komin hérna upp á ströndum Portúgals. Og ef við lítum svo yfir á Kanarí þá er svolítið úrkomubakki sem nær hérna í allavega nyrðri endan á vestari eyjunum að það gæti þá rignt svolítið úr þeim og hitinn kannski svona í rúmlega 20 gráðum. Og ef við förum svo vestur hafa þá erum við með þessa stóru lægð hér yfir vötnunum og hún ýtir kalda loftinu hérna niður með en það er ágætlega milt með austurströndinu og svo er sólríkt hérna allra syðst. En við skulum láta gott heita í kvöld. Verið þið sæl.